Á glærunni má sjá spurningar sem vert að hafa í huga þegar skoðað hvort nauðungarstjórnun til staðar. Það að upplifa nauðungarstjórnun líkt því að vera tekin í gíslingu. Þolandinn verður fastur í óraunverulegum heimi sem gerandinn hefur búið til. Áttavilltur í gildrum mótsagna og ótta. Og eftirlitið einskorðast hvorki við heimilið né gegnum stöðug símtöl. Heldur getur netið, myndavélar og GPS-tækni verið nýtt til stöðugs eftirlits eða vöktunar allan sólarhringinn. Nauðungarstjórnun sá þáttur sem getur best spáð fyrir alvarlegt ofbeldi eða manndráp. En þar á eftir kemur ofbeldi. Í 20% tilvika var ekkert ofbeldi til staðar fyrir manndrápið. Í heimilisofbeldismálum skiptir ekki öllu máli að telja áhættuþætti, heldur horfa á minnstu stjórnunar, ofbeldi sjálft, hvort skilnaður hefur átt sér stað eða yfirvofandi og kyrkingatak. Kyrkingatak eykur líkur á manndrápi 700–800%. Í Bretlandi bæði kyrkingatak og nauðungarstjórnun skilgreind sem sérstakt lögbrot. Þolendur munu gera hluti sem okkur finnast vera undarlegir eða órökréttir. Sú hegðun getur stafað af langvarandi ótta, þar sem þolandi alltaf að reyna að lágmarka áhættuna á að verða fyrir ofbeldi eða brjóta reglurnar. Langvarandi ótti allt öðruvísi en ótti við yfirvofandi hættu. Þar sem langvarandi ótti snýst meira að þolandinn reyna að forðast afleiðingar þess að setja hinn stjórnsama úr jafnvægi. Þolendur geta orðið fjandsamlegir við fagfólk til að koma í veg fyrir að hinn stjórnsami reiðist, þeir geta fallið frá kæru eða bara vilja fagfólki í burtu. Þeir geta þóst vera hamingsamir og gefið í skyn að sambandi gangi vel.